Nýjasti hluti stúdentagarða verður hér við Hagatorg í Vesturbæ. Nýjustu stúdentagarðurinn okkar á Sögu, gömlu hótelsögu. Við köllum þetta sem sagt bara Sögu. Og þetta er 111 stúdíóíbúðir fyrir nemendur við Háskóla Íslands og fyrstu íbúðirnir að flytja inn núna á 4. og 5. hæð 11. mars sem er á föstudaginn eftir viku. Mjög spennandi. Eiginlega bara eins og í Sögu. Þetta hefur bara gengið rosa vel. Ég held að sé svona það bil ár síðan við fengum húsið afhent og síðan þá hefur bara okkar fólk verið að vinna dag og nótt líka við að koma svo í stand. Og eins og segi, þetta er bara allt að ganga upp eins og átti að ganga upp. Við ætluðum að flytja inn núna á milli 1. og 10. mars og það er að ganga upp eins og staðan er í dag. Flestar eru 25 fermetrar og eru þá í rauninni bara með eldhús, aðstöðu, baðherbergi og mjög stórum og björtum gluggum snúast þess að í norður og söður íbúðirnar. 7. hæðin er síðan 20 fermetra íbúðir og svo eru íbúðir í tengibyggingunni sem eru 33 til 43 fermetrar. Þannig það eru svona 3 tegundir í rauninni af íbúðum og svo fyrir framan þessar stærri íbúðir eru síðan svona sameiginleg rými sem allir íbúðir geta nýtt sér með sjónvarpi, sófum og öðru þannig að þau geta komið saman þar, annarkvort bara íbúðirnir saman eða með vinum. Og svo eru svalir í austur og vestur á 7. hæðinni, mjög rúmgóðar sem verður líka hægt að nýta. Svo verður auðvitað hérna á 1. hæðinni þar sem grillið var, einhvers konar matsölustaðir eða annað. Á eftir að koma í ljós hvað það verður. Við erum ekki enn byrjuð að úthluta á 7. hæðinni þannig að ef einhverjir eru enn að leita sér húsnæði eða hafa áhuga að flytja inn þá er enn hægt að sækja og við vonum bara að allir verði hæst ánægðir og við erum bara ánægðir að geta nýtt þetta húsnæði. Með húsnæði bara við hliðina á háskólanum, þetta er eiginlega bara besta staðsetningin, gaman að geta stækkað stúdentagarða samfélagið. En varðandi Söguna, ætlið að kynna hana eitthvað fyrir nýjum íbúðum? Herðu já, akkurat. Það er verið að vinna í því að skrásetja hana á einhvern hátt og mér skilst að það verið gert í einhvers konar svona myndrænu formi á veggjunum í stigaganginum. Þannig að hérna íbúðarnir, nýjir íbúðar geta svona vita eitthvað sögu hússins. Það verða náttúrulega alltaf yngri og yngri íbúðar og gaman að geta varðveitt þessu sögu á einhvern hátt.